Jæja, Sædís, við erum mætt hérna í Gleimirey. Þú stýrir hér öllu með harðri hendi. Hvað ertu búin að vera lengi í þessum plöntubransa? 33 ár. Þú gekkst í Garðyrkjuskólann eða? Ég er lærð frá Garðyrkjuskólanum, útskrifast þar 82. Er alin upp í gróðrarstöðinni Mörk. Fer til Danmerkur og tek rekstrar og skipulagsfræði gróðrarstöðva. Og kem svo hér og byrja 1. júlí 1986. Og ertu búin að vera hér á þessum stað síðan þá? Stóð hér í hliðinu með eina stungskóflu og Karl föður minn mér við hlið. Og tek í arminn á honum og segi, hvað heldurðu pabba, ég verið lengi að þessu. Já. Það tók mig 8 ár að vinna alveg brjálað og koma þessu upp úr drullunni. Þá er ég svo heppin að það kemur hér maður og hafði áhuga á mér. Fljótakettilsmiður, smíðar hérna allt fyrir mig. Já. Byggir þetta upp með mér hægt og rólega. Góðir hlutir gerast hægt. Já. Og þetta er alltaf í uppbyggingu, ekki gróðurhúsið hérna nýjasta, hvenær reis það? Ég er búin að taka út úr þessu nýja flotta húsi 6 uppskerur, 6 ár. Já. Gengur mjög vel. Þetta er stöðugt verkefni? Þetta er stöðugt verkefni að byggja upp gróðrarstöð sem og eins og maður gerir með plönturnar líka. Já. Og í svona að plöntunum, hvað eru það að rækta hérna? Stærsta söluþátturinn eru sumarblómin. Það sem ég er merkilegust fyrir eru fjölærublómin. Því að hérna er ég með yfir 1000 sortir sem að þykir til tíðinda að vera með í sölu og uppeldi á einum og sama staðnum norðan Alpafjalla. Já. Þetta er eina stöðin norðan Alpafjalla sem býður upp á þetta úrval. Síðan er ég með töluvert mikið af matjurtum og kryddi og það er allt hérna á borðinu. Svo er ég með sýnisort hérna af trjám og runnum. Ertu að byrja í trjám og runnum? Hefur alltaf verið í... Og þú ert í ræktun á því sjálf? Ég er bara með svona það allra helsta og harðgerðasta fyrir sumarbústaðeigendur. Já. Já, og náttúrulega garðeigendur líka, en bara harðgert og gott en ekki neitt magn. Já. Og þetta sumar núna, þetta er nú búið að vera furðulegt sumar, sumar er brestur á miðju vori. Hvernig er tíðin í þessu? Er uppskeran betur en hefur verið og heldur á svona undanförnum árum? Ekkert endilega, en sumar eins og í fyrra, þegar það kom ekki sól og var mikið myrkur, þá sér maður að það nennir enginn út í garð. Og það vantaði alltaf svona hálfan föstudag, hálfan laugardag til þess að kveiki fólki áhugann og þannig að það kæmi þá í stöðina. Já. Það kom aldrei. Og þá sá ég hvað það var rosalega dýrmætt að eiga góðan kúnnahóp. Þar komu kúnnarnir mínir, þrátt fyrir allt, og náðu sér í blóm. En þegar vorið kemur svona flott og mikil sól, þá er náttúrulega allir tilbúnir að gera eitthvað. Já. Og þá hlaupa allir til þegar sólin er. Það skíðlogar í öllum núna að hlaupa í garðinn. Nákvæmlega. Þetta er stór skemmtilegt. Ef maður er kannski ekki með grænustu fingurna og langar að stíga fyrstu skrefin í þessum heimi, hvað á maður að byrja? Á maður að byrja á sumarblómum bara eða? Það koma til mín og ég segi þér að fá þér stílabók. Ok. Og þar byrjar garðabókin þín. Og þar setur allar upplýsingar sem þú sankar að þér. Byrðir til svona ferli. Því að seinna meir, þegar þú ferð að líta tilbaka, hún að gróðursetta eitthvað í garðinn þinn, þá getur þú flett upp á nöfnunum. Þetta var gert fyrir 5 árum eða 10 árum. Þú hefur góða reynslu af þessu eða vonda. Þetta er allt skráð. Þá áttu litla sögubók garðinn þinn, teiknar jafnvel öll beðið þín og þannig skipuleggjum við í beð, eins og með fjölar og jurtirnar. Það er allt teiknað, það er allt skráð, þannig að ég geti leiðbeint þér áfram í innkaupum og því sem þú ert að gera. Já, það getur náttúrulega verið misjafnt eftir hvar þú ert að setja niður hvað braggast best. Ég þarf að vita sól og ég þarf að vita vind og ég þarf að vita skugga. Og ég þarf að vita hvað annað í umhverfinu truflar þig. Og ég þarf líka að vita hvað þú vilt halda útsýni. Í hvað áttur þú vilt halda útsýni. Stórmerkilegt. Ég held að við hvetjum bara allir að koma hingað og fá góða leiðsögn og kaupa fallegar plöntur. Þakka þér kærlega fyrir og meira eiga bara góð sumur. Takk fyrir að koma til mín. Já, takk fyrir móttökurnar.